Og nýlega var gerð rannsókn á lesblindu fullorðina. Þá voru Ásgeirsdóttir ráðgjafi hjá Kná, gerði rannsóknina og hingað komin á samt honum Halldóri Eyþórssyni sem að þekki lesblindu á eigin skinni. Verið velkomin bæði tvö. Takk. Já, hvað segirðu Halldór? Hvernig líður fullorðnu fólki sem glími við lesblindu í jólabókaflóðinu? Það kannski öðruvísi í dag, en það var þannig að þetta bara verið sem ég þekkti ekki. En síðan mér fór ég í greiningu og eftir það svona þá fór ég að lesa og þá ég maður minnist þetta að frænka mér alltaf að gefa mér barnabækur í jólagjöf þegar ég var yngri og hún var ekkert býstna vinsæl þessi bók var bara beint inn í skáp. Já. En svo 30 árum seinna þá ég búin að lesa allar þessar bækur. Já. Og þetta eiginlega fyrsta skrefið á því að byrja að lesa. Já. En býtu, hvað ertu gamall í dag? Fyrir ekki að spyrja svona persónulega. Þú ert 50 og hvernig var þetta svona þín bernska? Áttaður þig á því að þú væri lesblindur eða hvernig upplifður þetta? Nei, ég held ekki sko. Mér fannst ég vera bara eitthvað öðruvísi heldur en aðri vegna þess að ég var sendur í Tossabekk vegna þess að ég gat ekki hvorki skrifa né lesið. En ég gat verið að hjálpa hinum sem voru með mér í bekk á því að í starffræðinni. Já. Því að ég var jafnvíg og það svo mikið jafn og þeir. Já, þú varst sterkur þar en lesturinn vafðist fyrir þér. Já, en það kostaði mig það að ég var settur í Tossabekk. Aha. Og svona settur til hliðar og það ekki kannski spennandi og það brýtur niður sjálfstrausti manns. Já. Og hvernig hefur þetta þróast síðan? Hvernig hefur fengið hjálp við þetta? Já, eins og ég sagði, þarna fór ég í greiningu og síðan núna ég að vinna hjá Sláturfélaginu og ég svölum að þar og okkur var boðið upp á námskeið, tölvunámskeið og ég sagði við að minna, ég hefði ekki til það að gera vegna þess að ég þyrfti fyrst að sigrast á þessum erfiðleikum sem ég var með lesblindunni og hann sagði þetta var ekkert mál, ég myndi bara að finna eitthvað námskeið og síðan rampaði þetta bara inn í Mými og þar lenti ég í lesblindunámskeiði sem heitir Ron Davins. Já. Og þar byrjar þetta alltaf vefjast upp á sig og svo fer ég framhaldsnámskeið, svona grunnmenntaskóli hjá þeim. Já, á vegum Mýmis, símenntunum. Já, þetta var svo skemmtilegur hópur, þetta var bara svo gaman allt í einu fann að læra og þetta er eitthvað sem mér fannst ekkert spennandi einu sinni. Já. Og svona, það kennari sem heitir Anna Sigurðardóttir, sem námsráðgjafi hjá Háskóla Íslands, eða Kennaraháskólanum þá, og hún sagði, heyrðu, þú getur bara haldið áfram, sem sagt, ég lærði kjöttinamaður og með meistararéttindi þar, og hún sagði, þú getur komið inn og klárað kennarana, sem sagt, kennt kjöttina. Já. Og ég sagði, nei, þetta var eitthvað sem að háskóli, nei. Já. En hún var svo ákveðin og sagði, þú átt að mæta klukkan 1. Já. Og ég svo hlýðin að ég mætti og núna ég búið með 1,5 vetur í háskólanum og ætla að útskrifast í vor. Vá, Halldór Eyþórsson, bara til lukku með þetta, en frábært. Hefurðu spáð í þarna þegar þú var settur í Tossabekk að þú ættir eftir að vera í háskóla 50? Nei, ég bara datt ekki huga, ég færi eins og ný skóla meira. Nei. En þannig að sko lykillinn að þessu var hvað? Að komast þarna á þetta námskeið varðandi lesblindu hjá Mými? Greiningin svona fyrst sko það að vita það að ég sé lesblindur og síðan þetta að fara í Mými og það eiginlega stór mikill sigur fyrir mig. Já. En varst ekki mikið að fela þetta alltaf maður hefur heyrt að fólk segi kannski nei, ég get ekki sé þetta, ég get ekki skrifa, mér vantar réttu gleraugun. Já, maður er alveg snillingur í að afsaka sig og finna sér leiðir til að fá aðra til að skrifa það sem ég á að skrifa sjálfur. Já. En nú þarftu ekki afsakanir? Nei, nú get ég gert þetta sjálfur og finnst það mjög gamalt. Já.